Já, það munaði ekkert það, bara stórskotaliðs árás hjá bæjargjaldkerunum fyrrverandi á Seyðisfirði. En frá Seyðisfirði förum við yfir á Eskifjörð. Sterklegur skrokkurinn vakar til og frá, líf okkar allra og limi það ber, langt út á sjó, hvert sem það fer. Skotsigli flegi mitt, stór sjónum á, stormar og sjóir því grandað ekki fá, við allir hér unnum þú ást okkar á, Ísland við nálgumst nú brátt. Ísland, gamla Ísland, ástkær fósturjörð, við efnum þinn hag hvern einasta dag, í stormi og hríð, hvert ár alla tíð. Gamla búð hérna á Eskifirði á sér langa og merkilega sögu. Þetta hús var byggt árið 1816 og hefur verið vel við haldið. Nú þarna núna sjóminjasafn, en þegar inn komið kemur í ljós að þarna margt fleira að sjá heldur en bara gamla muni tengda sjávarútvegi. Við skulum bregða okkur inn og skoða. Þetta gamalt verslunarhús sem var hér Kalli Tulnius, Daniel Tulnius sem var verslunarstjóri hjá Örm og Wulff, hann keypti verslunina hér á Eskifirði og þetta hús mun hafa verið byggt 1816 eftir því sem að menn komast næst. Við erum hérna í salnum á neðri hæðinni, hér eru skip og veiðarfæri. Er þetta svona útgerðarsaga Eskifjarðar í grófum dráttum? Já, það má segja það, en að mestu byggist þetta á síldveiðum, gömlum síldveiðum, því að hér komu Norðmennirnir upp úr 1870 og settust hér að eins og víða annars staðar, bæði á Vestfjörðum og við Eyjafjörð. Og hér voru þeir mjög margir. Þetta eru fjölmörg hús hérna gömul sem að standa eftir þessa menn. Svo er þetta ekki bara útgerðarsafn hérna í forndiruna sem kom inn, þar eiginlega eitthvað svo til verslunarsvæða. Þorsteinn Gunnarsson arkitekt, hann var okkar ráðgjafi í sambandi við uppsetningu og endurgerð á húsinu og uppsetningu á því. Og þar sem þetta hafði verið verslunarhús, þá fannst okkur við hæfi að setja skilrúm þar sem að elstu minjarnar voru verslun. Hérna erum við með óvenjulegan grip. Þetta hér niðri, þetta er slanga, leðurslanga, hnoðuð saman með eirhnoðum, alveg hnoð við hnoð. Og þetta er áður en að gúmmí kom til sögunar í slíka svona hluti. Og þetta kemur úr skipsflaki sem að togarar lentu í hérna út af Östfjörðunum. Við höldum heim á morgun, við komum vinna fljótt, ég hvísla yfir hafið góða nótt. Jæja, Geir, hér nú ýmislegt fróðlegt að sjá. Já. Þetta eru iðnaðarminjar hér í básum og svona leifar frá þeim iðngreinu sem hefðu verið reknar hér og starfræktar hér á Eskifirði. Og það er ekki mikið sem við hefum fengið annars staðar frá hérna upp á loftinu. En þetta hafði safnast saman gegnum tíðina. Hilmar Bjarnason sem var með mér hér í upphafi, hann var duglegur að safna saman munum og þetta var til hjá okkur í geymslum. Það var tekið við öllu tíma og átti sjálfst að reyna að koma sér fyrir og líka upp á safnið. Þetta er líkan af bænum frá 1923 og möguleikinn á því að þetta gæti gerst, að búa þetta líkan til, var að Helgi Hermann Eiríksson sem var skólastjóri iðnskóla síðast iðnskólans í Reykjavík og hann var fenginn á þessum tíma til að teikna upp bæinn
Þannig að þetta var mjög aðgengilegt að nýta það til þess að gera líkan af. Og þetta var vetrarvinnan mín, held ég 2 eða 3 vetur og ég tók þetta á vetur svona dálítinn hluta af bænum hverju sinni. Þannig að þú ert höfundurinn. Já, ég klambraði þessu saman, eða dútlaði þessu saman. Ég var að korta mig af því að ég hefði verið afkastamestur á ævinni í húsasmíðinni þegar ég var að búa til kannski 10 hús á dag þegar að því kom og var auðvitað ánægð með það. Ég þakka þér fyrir fylgdina safnið og óska þér til hamingju með það og ykkur essýringum með að eiga þetta merkilega byggðasafn. Þakka þér fyrir. Sælt verið fólkið og velkomin í Klettur. Og hvar haldið þið að ég sé nú staddur? Jú, ég er komin í Neskaupstað. Og ég man eftir í gamla daga þegar ég var í sveitinni hjá afa upp á Héraði. Hann var mikill sjálfstæðismaður og fór ekki dult með það. Hann varaði mig sérstaklega við því að fara í Neskaupstað. Tómir kommunistar þarna. Gessamlega frosið fyrir öll skilningavit á þeim. Nú, það getur vel verið að hafa einhvern tíma verið kommunistar hér. Það var talað að vinstri menn hefðu meira hluta í bæjarstjórninni lengi vel og það var þríeyki sem hér stjórnaði, Bjarni, Jóhannes og Lúðvík Jósefsson var sagt. Og ég held þeir hafi bara stjórnað ágætlega. Neskaupstaður, afskaplega vinalegur og skemmtilegur bær. En, já, ég veit nú eiginlega ekkert hvað ég á að gera hérna eða hvernig ég á að tala. Ég er að reyna að finna hér einhvern sem að ég kannast við, býðu nú við, já, hérna á bryggjunni sé ég nú mann sem að ég kannast eitthvað við, við skulum spjalla við kappann. Sæll og blessaður. Blessaður, Gísli. Gaman að hitta þig hér. Velkomin. Hvað eru rótgrónir Akureyringar að þvælast í Neskaupstað? Já, það er nú það. Ég réði mig hingað sem verksmiðjustjóra í síldarbræðsluna. Fyrir 28 árum, réði mig til 30 ára en ég er hér enn. Þú ert hérna enn? Það segir svona ákveðna sögur bara bæinn. Já, þér leiðist ekkert verulega sem svo? Nei, fengum bara mjög góða móttökur og hér býr bara gott fólk og gott að vera. Ég vitnaði til þess áðan að afi gamli varaði mig við kommunistunum í Neskaupstað. Það var nú svolítið til í þessu hérna í gamla daga. Já, ég held að hérna Alþýðubandalagið og Sósíalistaflokkurinn áður hafi haft meiri hluta hér í 48 ár. Það er ekkert annað. Og þessi var skipt þannig að hérna Lúðvík var nú á Alþingi og sá aðdrætti ef eitthvað vantaði. Bjarni Þórðarson var bæjarstjóri og Jóhannes Stefánsson stjórnaði atvinnufyrirtækjunum. Og þetta var þessi þrenning sem kölluð var. Já. Voru þá ekki öll húsþök hér rauð? Já, það er nú svo merkilegt með það að hérna stærsta fyrirtæki í Síldarvinnslan hefur nú öll sín skip blá á litinn og skrifstofuhúsið sem við sjáum hérna ofan við okkur, það er blátt. Og Síldarvinnslan kannski svona burðarfyrirtækið, mikið að gera, margir sjómenn og þýðir það að góð meðallaun? Já, það eru svona með hæstu meðallaun eða nálægt hjá landinu Fjarðabyggð, sem sagt sveitarfélagið í heild. Og ekki síst auðvitað hérna því að hér hafa veiðar og uppsjávarfiski gengið afar vel og hérna, já, miklir kvótar hér í þeim tegundum og var byrjað að stefna að því strax svona í kringum miðjan 10. áratuginn, 1995-6 og 1997 var byggt hér gríðarstórt fiskiðjuver sem þá var það stærsta og er raunar enn í dag það stærsta á landinu og miklar frystigeymslur og allt til þess að taka á móti þessum uppsjávarfiski og stundum veiða menn á rétta hesta og stundum ranga. Þetta var rétti hesturinn. Þegar við fluttum hingað austur þá þekktum við náttúrulega nánast enga, þó bjó nú systir mín hérna. Það var nú svona eini tengiliðurinn. En sko við ræddum það sama hjónin. Hvernig hefur nú að kynnast svona fólki með kannski svipaðar hugsanir á sem fljótlegastan hátt?
Og þá datt okkur í huga að tala hér við organistan, hann mikla sómamann Ágúst Ármann. Og hérna, hann bauð okkur velkominn og við erum hér enn, búin að vera 28 ár í þessum kór. Þetta er auðvitað kór Norðfjarðarkirkju og svo er Fjarðabyggðarkórinn sem hefur verið að gera víðreist undanfarin ár. Er þetta gefandi að syngja með kór? Ég bara sagt þér það, þó maður komi bara þreyttur af afloknum kannski löngum vinnudegi, að þegar maður er búinn að setjast niður og syngja og heyra samhljóminn í fólkinu, að þá bara aðþreytist maður og maður fyrir miklu betri út heldur en þegar maður kom inn. Það er bara svoleiðis. Disco Frisco, Disco Frisco, they got something you need it all. Disco Frisco, Disco Frisco, go Johnny Disco, go Johnny Disco, go. Disco Frisco, Disco Frisco, Disco Frisco, Disco Frisco. Disco Frisco, Disco Frisco. Disco Frisco, Disco Frisco. Jæja, þá er ég komið með ykkur alla leið austur á Dalatanga og öllu austar held ég að ég komist ekki. Ég held þetta sé austasta byggðabýlið á Íslandi í dag og sennilega jafnframt það af skertasta. Nú hérna býr hún Marsíbíl og er vitavörður og Marsíbíl, hún situr ekki auðum höndum, þarf alltaf að vera að. Hún er hérna með hesta og hún er með kindur og hún er með geitur og hún er með kanínur og já, hún er með hunda, afburða fjárhundakyn. Og þessa stundina er hún að kenna hundeigendum hvernig þeir eiga að þjálfa hundana sína þannig að þeir geti komið að gagni við smalamennsku. Nú hérna í nýrri vitanum sem við sjáum aftan við mig, þeim gula, þar er þokulúður sem fyrr á árum var látin blása þegar að Austfjarðaþokan var að stríða sjómönnum og austfirðingum. Nú, lúðurinn varaði skip og skipsverja þá við að hér væri nes og hérna þyrftu menn að vara sig. En nú eru siglingatækin orðin það fullkomin að það er ekki lengur þörf á svona lúðri. Hann hefur verið bilaður lengi. En Marsíbíl kom því í gegn að gera við þann búnað sem að blæsi í lúðurinn þannig að, já, nú ætlum við að prófa hvort það heyrist eitthvað þó enginn sé nú þokan. Það er sólskin á Dalatanga í dag. Og þetta er búin draumum minn alveg rosalega lengi að koma vélunum í gang aftur og Fúsi Ármann og Höddi bróðir og Sammi aðstoða mig við það að koma þessu í gang. Þetta var fínt, alveg ekta. Kannast við hljóðin? Já, ég kannast þau mæta vel og náttúrulega fleiri hér, það er ekki það. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt bara að þetta skulle vera komið í lag og ég og Fita. Þetta er flott hljóðmaður. En skjótt kemur nótt og allt verður hljótt. Skiljum sinn, verð ég alltaf þinn, þú ert besti vinur minn og í kvöld vil ég dúllast með þér, dúllubossast með þér.
Já, ég ennþá stattur á Vopnafirði og nú lá ég heldur betur í því. Lögreglan búin að góma mig. En samt hélt ég að væri vinavika hérna á Vopnafirði. Er það ekki tilfelli? Það vinavika á Vopnafirði, sko. Ég þarf náttúrulega ekki að hafa eftirlit með mínu fólki, sko, en ég þarf að hafa eftirlit með þessum aðkvæðamönnum, sko. En er nokkuð að gera með lögreglu þegar það er vinavika? Mjög lítið í vinavikunni. En eins og ég segi, ég þarf að hafa eftirlit með aðkvæðamfólkinu, sko. Passa upp á það, var ég ekki að taka þig á hann eða? En svo ég tali nú í fullri alvöru, það er ekkert að gera með lögreglu hérna. Sjáu þið bara hópinn. Allir krakkarnir úr grunnskólanum og flestir íbúar staðarins með, allavega foreldrarnir, og það á að fara í vinaskrúðgöngu. Jæja, strákar, má ég trufla ykkur aðeins? Já. Þið ætlaði að slá taktinn í göngunni? Já, við ætlum að gera það og gera þetta sem taktfastast. Finnst þér það mikils virði að eiga góða vini? Já, mjög gott að eiga góða vini. Og leggur þau rækt við það? Já, mér finnst gaman að eignast nýja vini og kynnast nýju fólki. Já, við gerum okkar besta við að eignast sem flesta og besta vini. Því ef maður er ekki vin, þá er maður mjög einmana og það er mjög leiðilegt. Auðvitað eru allar vikur vinavikur að sjálfsögðu, sko. Það er eins og með allar svona hátíðir að þær hafa það í eðli sínu að minna á eitthvað sérstakt og þessi hátíð okkar er að minna á mikilvæga vináttu og kærleika og nándar og virðingar og allt þessa. Ert þú vinur hans? Já, ég er líka frændi hans. Er það ekki alltaf mikilvægt að eiga stóran vinahóp? Jú, ég myndi halda það. Þess að ef maður á bara mjög lítið þá hefur maður enga til að snúa sig við eða snúast gegn manni. Er eitthvað það að lendið í því að eignast óvini? Já, sko, ég held að ég hef aldrei eignast óvini, en sumir hafa verið kannski pirraðar út í mig. Hvað gerur þá ef þú eignast einhvern óvin sem verður pirraður? Ég fyrirgef þeim. Jæja, stelpur, eru allir vinnir í Vopnafirði í dag? Já, allir vinnir alltaf. Við erum öll bara rosa góði vinir, sama hvort það sé vinavika eða ekki. Við erum vinir, við erum vinir, við erum vinir, við erum vinir. Vorið komið, gröndið gróa, gilinn og lækinn fossabrún, syngur grunni og sengjum og lóa, svanur tjarnir og frösnu tún, nú tekur hittam hólm og sker, friðra sig blikinn og æðurinn fer. Æður brosa og blíðandi dala, óaðu smalinn og rekur og ból, lembir runan blóngaðu bala, völdin dreigast gennum á hól. Jæja, hvert haldið þið sé nú komin? Ég er komin alla leið út í Húsey. Nú þetta er sennilega eina eyjan við Ísland sem hægt er að fara til án þess að fara með bát. Ég bara ók hérna út tunguna og fyrr en varði er ég komin út í Húsey. Ég veit að hér er mikið náttúrulíf. Við heyrum hérna fuglasöngin, við sáum seli hérna við Ósa Jökulsár áðan. Nú, ég veit að fólkið hér býr við bæði kindur og hesta og jafnvel seli. Við skulum renna heim í hlað og kynna okkur hvað er að vera í Húsey í dag. Jæja, Örn, húsbóndi í Húsey. Hérna Dyrfjöllin í baksýn. Er þetta ekki framhliðin á Dyrfjöllunum? Þetta er betri hliðin, svo maður segir svo borgverðingar geta æssi svolítið upp. En þau eru alltaf jafn tíguleg og mjög gaman að labba upp í stóru urð eða ríða upp eftir. Húsey, maður þarf hvorki skip eða bát til að komast hingað, kemst þurrum fótum út tunguna. Hvernig kemur þetta nafn til? Þetta var hús á eyjunni, þetta hefur sjálfsagt verið einn stærsta eyja sem mynduð hefur verið af fersku vatni eða ferskum fljótum, vegna þess að hér 9 kílómetra hérna fyrir innan þá rann kvísl úr jöklu austur í Lagafljót og gróf sig alltaf meira, þannig að það varð alltaf sundrið eða að fara á bát hingað út eftir
og þannig einkenni fyrir Húseyinn að það eru, hér finnast 175 tegundir af plöntum og sennilega hafa það verið fuglarnir og einangrunni sem hann gert það og ekki ofmargt búfé, náttúrulega líka. En þessi kvísl var stíplu 1946 því að vatni og jöklu var að leggja Hjaltastaðaþinga og brjóta mikið land og flæða austur í Selfljót Jökullæk og þá var veitt frá Alþingi stóru uppæð til að stípla þetta vatnsfall en svo bara núna þá allt í lagi að hleypa allri jöklu austur í Hjaltastaðaþinga og enginn segir neitt. Hann fannst í reiðtúr fyrir svona 2 vikum síðan. Það reyndar ég á ekkert í honum, það systir mín sem á hann. En síðan þá var hann grindhoraður og móðurlaus og síðan hann fitnað dálítið og svona að braggast. Hvað heldur þú sé gamall? Hann var, ætli hann sé ekki að verða 3 vikna núna, 3 í fyrra vikna. Það nú ekki allar heimasættur sem eiga svona gæludýr? Nei, ekki margar held ég. Hvað varst að gefa honum að borða? Ég var að gefa honum síld, síldarflök, skarði henni bita á, hann gleypir þau. Og þetta nú ekki sá fyrsti sem að þú tekur í fóstur? Nei, ég held þessi 50 eða eitthvað þannig. Já, og það gengur alveg ágætlega með hann. Hér var lengi mikið sauðfjárbú en við hvað býrðu í dag? Aðalbúskapurinn hér náttúrulega, ef tölum með hefðbundi búskap þá það hlunnindin sem við erum að nýta. Við höfum selveiði og silungs- og laxveiði og rekan. En svo ferðaþjónustan búin að vera hér síðan 1981 og við förum í hestaferðir með fólkið og svo erum við bara með sjálfsþurftarbúskap, eina kú, fáeina kindur, hænur og endur og dúfur, bréfdúfur, eða póstinn skildi ekki koma. Já, og hátt í 100 hesta? Já, það eru nokkuð margir, of margir. Þú ert mikil hestakona líka? Já, við eigum 80 hesta og erum með ferðaþjónustu á hestbaki. Alltaf á hestum, þú ert þá daglega á hestbaki? Já, yfirleitt, en ég fer samt ekki mikið í ferðirnar. Það eru of hægar fyrir mig, finnst mér oft. Alltaf byrjendur, eitthvað þannig. Viltu hafa svolítið trukk? Já, svolítið hraðar. Já, það þegar maður kann ekki að markaðsetja sig, sko, það er bara asnast á stað eins og svo margir og ég var að selja hestaferðir, 2 tíma hestaferðir og ekkert gekk. Svo komu hérna Amerikanar frá Stanford. Þeir sagði mér eins og að ég væri vitlaus af öllum vitlausum mönnum að vera að selja eitthvað sem hét ekki neitt. Og mér fannst þetta nú vera dálítið gróft og nú að segja mér af hverju þeir töluðu svona. Og þá sagði þeir í Ameríku þá þyrfti allt, þú selur ekki neitt nema að heita eitthvað. Og þú ert að selja 2 tíma ferð á hestaskoða seli og 2 tíma ferð á hestaskoða hreindýr og 4 tíma ferð með frá Stórvötn og miklu og 2 tíma ferði 100 ára aftur í tíman er ríðin ekki alltaf staðið fram og þetta bara svín virkaði þegar ég fór að gera þetta. Þú varst líka að reyna að selja selkjött en þótti það ekki alltaf ódýrt? Já, selkjötið seldist ekkert eða mjög lítið þegar verðið var 500 krónur en þegar við hækkuðum verðið upp í 2500, 2800 þá fór það að seljast og útlendingum finnst selkjött gott líka, það er merkilegt. Og er ekki selkjött gott?
Já, þetta náttúrulega maturinn sem við borðum á aðfangadagskvöld og hefum gert hér í mjög mörg ár. Þetta okkar hátíðamatur. Já, blessaðu kallinn. Þið eruð að ala hann hérna og hvað gerir svo? Þið eruð orðið þokkalega feitur. Við sleppum hann aftur í ána og ef við merkjum hann fyrst og síðan sleppum við honum. Þeir láta vita þegar þeir vilja fara, þá fara þeir svona stinga af og orðin nokkuð feiti og þá bara sleppum við þeim. Er ekki yndislegt að bara fá að alast upp hér í þessari náttúruparadís sem húsið er? Jú, það er það, að mörgu leyti. Og mjög gaman að búa í sveit, sko. Kannski einhverjir galla líka? Jú, það er náttúrulega voða afskekt. Það er og langt í allt, en einhver síður. Hefur sína kosti. Er búið að gefa honum nafn? Já, hann heitir Eyjafjallajökull. Svona til að stríða túristunum. Örn, þú minntist aðeins á það áðan að það fylgja þessari jörð mikil hlunnindi. Selurinn, fuglarnir, fiskurinn og svo framvegis. Er ekki dæmið þess að hér á árum áður þegar íslenska þjóðin leið skort var jafnvel að farast á sulti þegar leið á Ordægur að Húsey hreinlega bjargaði fólki? Jú, það eru til sagnir það að hérna hafi verið flutt á vorin hestburðir af Selkjötin í meti hér upp á hérað og einkum en síður niður á firði og síðan hafi unglingar og fólk sem hafi verið minnumáttar verið tekið hingað í fytur bara til þess að lifði vorið af og gæti náttúrulega borga á næsta haust 10 til kirkjunnar.